Komið sæl og verið velkomin í þetta kynningarmyndband fyrir hlutverkaspilið Hetjuspilið. Hetjuspilið er kennslufræðilegt hlutverkaspil fyrir 5 ára og eldri og er hannað með það í huga að stuðla að mál- og félagsþroska barna. Spilið er hannað af leikskólakennara og styrkt af þróunarsjóði námsgagna. Jæja, þá er það Ísprinsessan og Ísprinsen. Ég veit hvað þið eru að hugsa, sérstaklega þegar að horfa á Ísprinsessuna. Þið eru að hugsa að þetta sé nú ansi kunnuleg pía og þið vitið alveg hvað ég er að hugsa, held ég, með þessum. Ég get svo sem ekkert, ég ætla ekkert að vera feiminn með að segja það ég hef alveg fengið kritík frá stelpum í spilinu. Ég fekk það meira samt í gömlu hönnuninni í svona útgáfu 1 af spilinu, að hérna, sem er ekki þessi útgáfu, að það vantaði einhverjar svona skemmtilegar stelpur í spilið, að allar hetjunar væru of svona kallalegar, og ég tók því og gerði stelpunar margar, ekkert eitthvað, þú veist, ekkert eitthvað svona einhverjar pæjur í hálum skómskilið, en bara svona, þú veist, kvenlegar en samt sterkar. Og mér finnst og ég ætla alveg að segja ykkur það, Ísprinsessan er oft valin hjá stelpum, en ég er eiginlega samt sjálfur stoltar eiginlega af því, sko, Ísprinsen í útgáfu 1, hann, ef ég má segja satt, var eiginlega bara svolítið lame og aðsannlegur. Hann var eiginlega bara Ísprinsessan með stutt hár. Ég bara gaf hann klippingu og sett hann í buxur, og og það var, ég vildi enginn strákur spila hann, og ég bara skil það vel, vegna að hann var svona bara svolítið, hann leiti ekki töff út, og ég er alveg svolítið ánægður með þennan Ísprins. Hann er svolítið svona það er einhver svona glansbragur yfir honum, hann samt svona, ég veit ekki, ef að þið kannast við Aquaman úr ofurhetjunum, sem sagt Aquaman, sko, meira en svona er teiknumyndunum, eða svona, ok, ég er að fara út fyrir efni, Ísprinsen og Ísprinsessan, skemmtilegar hetjur. Ég notaði framhaldsskólamyndlíkinguna í seinustu viku með að Eldálfurinn væri úr Flensborg, svona íþróttaskóla, og að náttúruverndarinn væri frá úr MH, og þá kom ég með myndlíkinguna að Ísprinsen og Ísprinsessan væri svolítið úr Versló. Þetta svona pínu svona, þetta eru svona hnakka, svona fína fólkið, sko. En þau eru samt alveg en ef við tökum þessa framhaldsskólamyndlíkingu út, þá í spilinu Ísprinsen og Ísprinsessan, þau eru tölum með meginleikann fyrst kannski, þau eru með fílukall í líkamlegum kröftum, greinilega mjög mikið svona vernduð. Þau eru ekkert eitthvað að vinna mikla líkamlega vinnu í þannig í söllinni. Þau eru með mátulega galdra, en þau eru með hlæjandi þau eru með glaðan broskall í snerpu og hlæjandi í vörn, og það réttlæti ég með því að þau eru að gera mjög svona sterkar ísstrúktúra. Þetta er svona eins og með náttúruverndarinn senstu viku, þau geta gert svona ísveggi og bara allt, sko. Þau geta bara móta ís eins og þau vilja, bara eins og, þú veist, eins og Ísprinsessan, sem að ég veit að þið þekkið öll. Og ég myndi mér alltaf, sóknar- og varnarhæfileikar sóknarhæfileikin er að hnoða svona höndum saman og kasta ísspjóti í andstæðinginn, og varnarhæfileiki er að gera ísveggi til þess að vernda vini sína eða loka óvinnin inni og þess áttar. Og ég myndi mér alltaf að þau séu frá Íshöllinni, og það sama, og ég sagði fyrir nokkru vikum varandi Eldálfinn, að það er svona saga í bæklingnum sem ég skrifa, sem að þið getið fylgt, sem að snertir á það að ísdrottningin og eldkeisarinn eru í einhverjum erjum, og ísdrottningin er hliðhóll. Ef að eitthvað af börnunum er að spila Ísprinsessu fyrir Íshöllina, þá er ísdrottningin hliðhóll henni.
en ef þeir eru að spila náttúrulega, ef krakkanir, ef það er hérna eldálfur með, þá er náttúrulega ísdrottningin ekki hrifin af honum og þess áttur. Og var þetta líka svona hlutverkaspilunina, það krökkunum finnst mjög gaman, þess að ef ég er að gera einhverja þraut fyrir þau, þar sem að þú veist, þau þurfa að klifra eitthvað upp eða komast yfir eitthvað bil. Það margt hægt að gera, þú veist, með það sama það áhugilega sama við náttúruverndarann, að það er hægt að gera kannski ísstiga eða eitthvað svona, eða ís, þú veist, að það er hægt að nota ímyndunaraflið, krakkanir geta sleppt ímyndunaraflinu svolítið lausu. Þú veist ekki að, ég var að spila eitthvað tímann með einhverjum krökkum og einn strákurinn sagði ég ætla að gera ísflugvél og ég sagði bara ok, þú veist ísflugvél og gera eitthvað, bara fljúga á henni bara til á næsta stað. Og ég sagði svona ok, þú getur gert ísflugvél með vangi og jafnvel skiluru einhverjum spaða sem snýst eitthvað svoleiðis, en að bannið gæti ekki, ég útskýrði það að bannið gæti ekki búið til öll þessi smáatriði eins og bara skrúfur og bolta svona, sem að gerir flugvél að flugvél. Þú getur ekki gert flugvél sem flýgur, en ég sagði vissulega getur þú gert svona flugvél skrokk með sætum og vangjum, og þá sagði bannið eitthvað, já ég gerir það, og þið, eru þið ekki mikið geðið góðan líkamlegan styrk? Benti hún á krakkan sem voru að spila, þú veist, riddara og bardagameistara, þið getur bara borið flugvélina. Og þá lýstu krakkanir því hvernig þau gerðu ísflugvél sem að ísprinsinn eða prinsessan sat í og lét bardagameistaran og riddaran bera sig á milli staða. Og við bara hlógum svolítið, bara bæði ég og krakkanir af því, og okkur fannst það bara mjög fyndin svona hugmynd og fyndin ímyndun að þetta svona eitt af þessu sem rosalega skemmtilegt. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst svo gaman þegar að maður bara farin að brakka glensa með krökkunum. En já, ég fór smót fyrir efnið. Ég ætlaði að nefna í þessu myndbandi, núna þegar ég búinn að tala náttúruverndarann, álfinn og ísprinsessuna, að það svona pínu, ég með svona pínu svona steinskeri blað system með galdran í þessu. Þetta ekki eitthvað voðalega heilagt, en ég samt með þannig að eldur bræðir ís fyrir sprungunar á jörð og svona veldur rofi á jörð og jörð kæfir eld, eða fattu mig, svona steinskeri blaðdæmi. Þannig að eldálfurinn góður móti einhverjum svona snjókörlum og einhverjum vondum körlum, og ísprinsessan getur góður móti einhverjum svona jarð hlutum, gerðum úr jörð, og jarð hlutir góður móti eld. Þetta eitthvað svona sem að líka bara eitthvað svona býður upp á skemmtilegt roleplay, og eins og ég segi, þetta ekki, þú veist, ekki vera svo föst í því samt að þú veist að þú kannski lætur, þú veist, segjum kannski að þau berjast á móti eldkeisaranum og eitt af börnum þínum að spila ísprinsessuna, þá það ekki þannig að hún bara geti ekkert gert, skilur. Þá þarf maður kannski að hvetja þau bara til þess að vera svona meira kreatív, skilur. Eldkeisarinn kannski eitthvað svona með svona hlæri með opinn munnin að þú getur ekkert gert á móti mér, veistu ekki að ís veikur á móti eld, og þá kannski gefuru barninu hugmyndina að kannski virkar að kasta ís, þú veist, svona spjóti eða svona ís, svona klump í munnin á eldkeisarann til þess að kæla hann, og þá ef að barnið hittir því á teiningnum, þá kannski getur látið hárið á eldkeisarann þá kannski domna eldhárið, kannski bara slokkanar eldurinn á hárunum og hann verður sköllóttur eitthvað svona, þá kannski eitthvað að hlæja því eða eitthvað svoleiðis. Þannig það hægt að gera, þú veist, það aðalpointi náttúrulega bara að allir sé að skemmta sér og
fáu leikjamörkum. En hérna, já, þetta verður órsvölda langt, en þetta var Ísprinsinn og Ísprinsessan.